Gott fólk, næsta mann þarf alveg klárlega ekki að kynna og ekki það sem hann að gera heldur, en við ætlum samt að spjalla dálítið það. Þetta hann Jón Gnarr. Já, sæll. Blessaður. Já, sæll. Og takk fyrir að koma til okkar. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Herri, þú ert hvorki meira en minna en okkar stærsti og frægasti útilegumaður þessu dagana. Já, jú, ég Skugga-Sveinn. Þú ert Skugga-Sveinn? Já, ég sko, það stendur til líka að raka að mér hárið, og en þess vegna ég búinn að vera að safna þessu skeggi. Já, svona til að mynda mótvægi við skallan. Já, skil. Já, þannig að við erum búin að vera að æfa síðan í nóvember og frumsýningunni var nú frestað eins og mörgu öðru, en við munum stefnum að ég að frumsýna 11. febrúar. Þannig að þið að skelli klári núna næstu 2 vikurnar og... Já. Guð, hvað hlakka til að sjá þetta? Já, ég þú mátt alveg gera það, sko. Þetta verður alveg mjög skemmtilegt, sko. Það gott. Já, mikið hlegið og við erum náttúrulega líka bara út af þessum frestunum, þá höfum við fengið kannski meiri tíma til þess að æfa og svona fikta í þessu, og það að myndast, sko, mjög skemmtileg dýnamík á milli Skugga-Sveins og Ketils Skræks. Það var mjög skemmtileg dýnamík, sko. Og þetta náttúrulega sígilt leikrit og mörg sem að hafa mjög ákveðnar skoðanir á því hvernig það eigi að vera og hvernig það eigi ekki að vera. Já, við skulum bara fjarlægja þær væntingar strax, held ég. Allavega með það í plaggati þá erum við stödd svona í Já, jú, svolítið spagetti vestra lúk, sko, en Mér finnst það brilljant að taka okkur aðeins úr, þú veist, ullinni og hárinu og loppanum og... Já, það ekki, sko, úr miklu að móða í sko tískunni frá þessum tíma hér á landi. Það annarkvort ferðu bara í gærur og ull og einhverjar slæður og eitthvað, eða í eitthvað svona þjóðbúninga, eitthvað, sko, eitthvað peysuföt og eitthvað, og það búið að gera það, þannig að þetta mjög skemmtileg nálgun og setur svona líka bara svona nýjan og ferskan tón í verkið. Sem alltaf mikilvægt, ég meina, verkið þekki allir Íslendingar. Já. Ekkert endilega finnst þær hafi allir séð það, þetta er nú ekki mikið búið að fjölunum undanfarin árin. Já. Og kannski ástæða til, eins og Matti, þetta verk eftir hann kannski, það sýnir sjálf að þetta ekki vanur leikhúsmaður sem skrifar kannski? Nei, þetta sko, þetta er náttúrulega svona íslensk klassík, en þetta sko verk sem að krefst mikils undirbúnings og vinnu, vegna þess að það svo margt í þessu, sko, hann var náttúrulega ekki vanur því að skrifa leikrit, það mjög mikið texti til dæmis sem það sem persónur að tala það sem þeir að gera, og það þarf ekki að gera því að það sést alveg, sem sagt, jæja, nú ætlum ég að standa upp og opna hurðina. Það þarf ekki að segja svona. Maður bara stendur upp og opnar hurðina og segir eitthvað annað, og það mikið af svona sem við höfum verið að hreinsa út, og það þarf alltaf að gera í öllum uppsetningum af Skugga-Sveini. Og svo þetta í grunninn líka 2 leikrit, sko, annars vegar Skugga-Sveinn og hins vegar útilegumennirnir. Já. Þannig að sem í rauninni sama leikritið, og svo mikið líka af tvítekningum. Það að segja, fólk að segja aftur það sem það sagði áður, kannski á mismunandi orðalagi. En kannski alltaf að treysta á skammtíðarminni leikhúsgesta svona í allavega 1,5 tíma, eða ekki? Jú. Þannig að mér finnst við búin að svona, ná góðri lendingu á textanum. Strauja vandkanta. Já. Þú ert ekki héðan, þú ert að sunnan.
og og ert komin hérna norður Já. og búin að vera hér í dálítinn tíma. Fara aðeins út fyrir frumsýninguna. Já. Það kvisast orðrómur Já. að þú sért að hugsa um að blanda þér í pólitík. Já, ég Er þetta svona djók? Samt ekki? Ég veit það ekki. Jú, ég hef bara skoðanir. Ég er alltaf með, ég hef mjög ákveðnar skoðanir og mér finnst bara hlutir eigi að vera svona og ekki hins eginn. Mér finnst eitt rétt og annað rangt og hef svona skoðanir og er með fljótur að taka afstöðu og hafa skoðanir á hlutum og síðan þetta með sko eins og ég bara afstaða mín til sko Íslands og tungumálsins og okkur þessar fólk sem að búum hérna að við erum fámenn þjóð í mjög litlu landi og mér finnst alltaf, ég hef alltaf upplifað Ísland sem bara eina heild. Ég hef aldrei upplifað eitthvað sem sagt að einhver sé sko vestfirðingur eða norrlendingur eða selfissingur, ég minnst bara allt að vera sama fólkið sko og það er það. Þegar ég er að leika eins og í þáttum og svona við erum bara sama fólkið sem tölum þetta tungum. Já, við erum bara leika fólk. Já. Við erum bara og ég hef bara eins og hefur komið fram, ég hef bara mikla skoðanir á þessu landi og hvernig við eigum að gera þetta og mér fannst svona áhyggjuefni þegar ég heyrði að það væru allir bæjarfulltrúar hér að hætta. Já. Allir. Ég held að sé bara enginn að halda áfram, ef það er rétt skilja mig. Ég held að Hilda sé búin að allir sér að leiða. Ok, já. En það er að verða gríðarlega endurnýjun, veit ég. Já, og mér finnst þetta bara áhugavert, sko. Og það er svona staða Akureyrar, sko, er að mörgu leyti svipuð og staða Reykjavíkur. Það er að segja sko að reka mjög góða þjónustu tel ég og til Akureyri vera bara með bjóða upp á bara mjög góða þjónustu fyrir sína íbúa hvort sem er tilliti til útivistar eða sundlauga eða íþróttastarfs, skólastarfs og svo framvegis og er svo umkringt fámennum sveitarfélögum allt í kring og sko og það er sama með Reykjavík sko og ég er svona sameiningamaður sko. Já. Mér finnst það eiga sameina minnst sveitarfélög á Íslandi allt og mörg, minnst það óþarflega mörg og líka íþróttafélög, minnst allt og mikið íþróttafélögum og þurfum ekkert, það má alveg bara sameina og samnýta sko. Og það er komið að hinum árlega leik milli Akureyrar og Reykjavíkur. Við erum mjög spennt. Já, nei, menna sko sko og þetta og mér heyrist minnst ánægilegt sko, ég heyri Sigurð Inga hann talar svolítið fyrir þessu, hann held ég gerir sig grein fyrir þessu. Já. Það verður að við getum ekki leyft okkur þessa miklu sundrungu sko, þó hún hafi ákveðna kosti þá hefur gallarnir miklu meiri. Já. Og mér finnst að fara í massívar sameiningar hérna sko. Ok, þannig að þú talar fyrir, þú vilt vera bæjarstjóri Norðausturlands. Já. Það er bara sameina sko og ég er mjög pólitískur, það er að segja ég er pólitískt þengjandi sko. Já, það er ekki tráð hjá manni. Nei. Og en ég var einu sinni að gantast með svona og grínast með og af hverju ekki og eitthvað svona og ég saup seiðið af því. Já, við vitum öll hvernig það endaði. Já.
Ég bjó í Reykjavík þá. Já. Og ég var einmitt alveg himinglaður því ég heyrði að þess að ég hugsaði bara, sko Stella. En svo fannst mér þetta bara briljant hugmynd. Já. Og þú, ég meina, það á sér allt sinn tíma og stað og stundum þarf bara aðeins að flippa hlutunum til þess að sýna að ríkjandi kerfi er kannski bara einfaldlega ríkjandi af því að það heldur sjálfu sig við. Það er svolítið þannig og líka bara, sko, oft erum við líka bara svona fangar vanans. Það er bara svolítið mikið þannig. Já, við svolítið hvílum í vananum og erum þá lausari við óvissu, en í óvissunni og hinu óvænta er gleði. Það er nefnilega, sko, surprise, surprise, það er gaman, þó það sé óvenjulegt. Og sko en eins og þú segir, skilu, ég er ekki akureyringur og minnst ógeðslega gaman segi ég er kannski ekki alveg beint akureyringur, svo ég er meira Eyfirðingur en sko mér er alltaf fundist, þú veist, mér koma við allt. Vá, það er rosalegt. Já, nema á Íslandi. Ég bara er hluti, sko, þú veist, mér finnst engin svona aðskilin hólf sem að ég má ekki, sko, einhvern veginn hafa skoðun á eða ég er ekki, þú veist, ég gagnrýni miskunnarlaust það sem að mér finnst ekki rétt eða vitlaust gert og svona og mér koma það við, sko, og bara út allt land, sko, en svo kem ég til Noregs og ég get ekki haft eina skoðanir á því, þau verða bara sjóum það en við erum bara eitt land og ein þjóð og eigum með mitt, bara skipta okkur meira hvert á öðru, sko. Eitt land, ein þjóð. Já. Þetta er rosalega, við skulum ekki fara lengra með þetta. Nei. Ég er ekki vissið það. Það hefur stundum farið illa. En ok, það eru kosningar vor, gleymum þessi bíli, sjáum bara til hvað gerist, það er bara spennandi, en Skugga-Sveinn eftir 2 vikur, ég hlakka rosalega til. Já, hlakka til að sjá þig. Ég verði þarna fyrir miðunni veifandi. Já. Ég krefti svo yfir tilbaka. Og ég veifa svona, þannig að mikið bera á, veifa ég svona. Ég var í svona sviði og þá ég rökk upp við það voru 2 gamla konur út í sal sem allt í einu fóru að tala saman mig. Já. Ég heyrði bara allt í einu, heyrðu, hver er aftur þessi rauðhærið þarna? Jú, þetta er sonur þeirra ég fram í sveinu, já, alveg rétt. Ég datt út í smá stund, ég sko, hvað? Ég skal ekki gera það. Nei. Ég hef lent í svona í leikhúsinu. Er það ekki? Jú. Mjög spennandi. Ég lenti í því ég varð fyrir því að það var ung kona í salnum sem er skyld mér og vildi láta mig vita að hún væri þarna, þannig hún var alltaf að veifa mér og sem sagt sérðu mig ekki og ég hélt áfram að leika og ég segi hún hættir þess ekki fyrir en ég bara bara tók örstutt svona og það var mikið bæri á, sko. Og það hefur settlað hana? Já, það settlað hana og vissi hún það. Gott, mjög gott. Og veit hún að ég er og já. En hjartans þakki fyrir komuna, Jón Gnarr. Takk að þið kærlega fyrir. Og poi næstu 2 vikur. Já, takk. Og áfram.